En meginefni þáttarins í kvöld hins vegar umfjöllun Sigrúnu Mjöll Jóhannesdóttur sem var aðeins 17 ára gömul þegar hún lést fyrir tæpu ári vegna ofneyslu og læknadópi. Sigrún yngsta barnið sem látist hefur á Íslandi eftir of stóran skammt svo vitað sé. Faðir hennar, blaða- og sjónvarpsmaðurinn Jóhannes K.R. Kristjánsson, sem var ritstjóri Kompás á Stöð 2, hefur að undanförnu unnið umfjöllun fyrir Kastljós unga fíkla sem eru ofurseldir læknadópi og þær hrikalegu afleiðingar sem sú neysla hefur. Sú umfjöllun verður sýnd hér í þættinum í næstu viku, en í kvöld segjum við hins vegar sögu Sigrúnar Mjallar og ræðum við Jóhannes föður hennar sem elur þá von í brjósti að dauði dóttur hans hristi upp í kerfi sem virðist eiga fá svör við þessum vaxandi vanda. Sigmar Guðmundsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. Sigrún Mjöll Jóhannesdóttir fæddist í Reykjavík þann 22. desember 1992. Hún ólst upp hjá móður sinni, Elmu Helgadóttur, og var hjá föður sínum Jóhannesi K.R. Kristjánsinni aðra hverja helgi. Hún eignaðist 5 hálfsystkini, eina systur og 4 bræður sem öll voru henni mjög kær. Neyslusaga Sigrúnar Mjallar byrjaði eins og neyslusugur svo margra annara ungmenna. Hún byrjaði að reykja í laumi 12 ára og ári síðar var hún farin að drekka. Svipað leyti fór hún að fikta við hass og eins og svo oft gerist þá jókst neysla hennar hratt með tilheyrandi stjórnleysi. Hegðunarvandamál gerðu vart við sig og hún sogaðist hratt inn í harðan og miskunnuleysan heim fíklana á götunni. Lögreglan í Kópavogi lýsir eftir 13 ára stúlku, Sigrúnu Mjöll Jóhannesdóttur. Hún fór frá heimili sínu í Kópavogi seint á föstudagskvöld og hefur ekkert látið í sér heyra síðan, en frest hefur af henni bæði í Kópavogi og Reykjavík. Eins og oft með unglinga sem byrja í neyslu, þá var ítrekað reynt að grípa inn í og beina Sigrúnin á réttar brautir. Hún fór í fyrsta sinn í meðferð á Stuðla 2005, þá 13 ára gömul, eftir að hafa dvalið stund á neyðarvistun. Og frá 13 ára aldri og til dauðadags fór Sigrún Mjöll í margar meðferðir. 3 var á Stuðla, 1 sinni á Laugaland og Háholt og 2 var á Vog. Í kringum jólin árið 2009 kynntist Sigrún Mjöll 29 ára gömlu manni sem var mikill sprautufíkill og misnotaði læknadóp í stórum stíl. Sigrún Mjöll var þá sjálf nýorðin 17 ára. Foreldrar hennar fullyrða að neyslan hafi versnað og orðið harðari í félagsskap þessa manns. Morfíntöflur fundust á henni svipað leyti í fyrsta sinn og stjórnleysið varð algert. Það var svo í sumarbyrjun í fyrra sem neyslusaga Sigrúnar Mjallar hlaut sorglegan endi. 2. júní var hún í heimahúsi að neyta áfengis og læknadóps. Maðurinn sem hún hafði kynnst jólin þar á undan var einnig í íbúðinni, sem og önnur ung stúlka. Sigrún Mjöll var fljótlega mjög lyfjuð og var lögð inn í rúm samkvæmt því sem hin stúlkan greindi lögreglu frá. Hún vaknaði ekki aftur. Hin 2 sem í íbúðinni voru vöknuðu rétt fyrir hádegi daginn eftir, þann 3. júní. Þau hringdu í 112 og eins og heyra má á símtalinu var ástand þeirra þannig að þau áttu erfitt með að gefa neyðarlínunni upplýsingar. Já, góðan daginn, herrum, það sjúkrabíl í Hvelli. Hvert var þetta máli? Sennilega álundgun fíknefnum. Hjá hverjum? Já, stelpur sem með. Erum með meðutund? Nei, ekki vekjan og Hvert heimilisfangið? Það Laugavegur 143. Laugavegur 143? 43? Já. Þetta er á þriðju hæð. Ég er búin að vera að reyna að blása og það hryglir bara í hennu. Ég finn eiginlega hvernig finn ég finn alveg bara mjög vægan púls. Ok, hvað er hún gömul? Hún er 17 ára, 18 ára þessu ári. Ok, er hún hún er búin að vera í neyslu. Ok, andar hún? Hvernig sé ég það? Laugavegur 143? Já. Ok, á hvaða hæð? Þriðju hæð. Þriðju hæð? Eitthvað nafn á bjöllu? Nei, þeir hringi bara á einhverjum bjöllum og við bara komum til þeirra.
En á ég að halda áfram að blása... Halló? Hefðu býttu aðeins, ég er að tala um sjúkrabílnum á leiðinni, ekki slíta línni. Á ég að halda áfram að blása? Það veist, ég kann hjarta og... Ok. Nær hún anda? Heyrurðu andardrátt eða finnurðu fyrir lofti koma úr munninum á henni? Það er að hringja á lögreglu fyrir mig fyrir þetta mál. Hvað heitir þú? Ég heitir Hún heitir Sigrún. Ok. Hún heit undir hönduna sem að eitlarnir eru náður. Ok, er hún að anda? Þú sér það strax hvort hún andar? Nei, ég held ekki. Þú veist? Nei, hún var alveg líflaus, sko. Er hún ekki að anda? Já, svo fjólublá á bakinu og svo... Okay. Nei, er hún að anda? Nei, ég held Það ekki. þarf það að blása í hana. Endurlífgun, hvað er það? Halló? Já, sæl, þetta neðalínu? Já, þegar ég blæs svona hérna og það kemur út, það hryllir í henni allir. Ok. Andar núna? Jú, núna það er eitthvað að gera. Sko, má ég tala við hinn einstaklingin? Það finna stelpuna? Já. Halló? Já, sæl, þetta neðalínu? Já. Herðu, það er verið að byrja sjúkrabíl. Já. Ég fæ mjög takmarkað upplýsingum frá þessum manni. Er hún að anda stelpan eða? Halló? Já, ég tjekka á því. Fannst þú verið að anda rétt að andra? Ok. Er hún blá í framan eða? Já, rórið frekar blá, fjólublá, bara vinstra megin. Já, en í andliti. Já, bara pínu. Og á hálsunum. Og á bakinu, mjög mikið á bakinu. Ok. Jú. Það er Laugavegur 143, fannst það ekki? Hvað segir þið? Laugavegur 143. Er það 163? 143. Ok, þriðja hæð. Já. Ok, kannaðu með stelpun aftur. Já. Hún andar, en hún er alveg meðundalaus. Ekki? Þú finnst þú séu bara með lágan púls? Nei. Þetta er minnflýtt. Ok, en hún andar, eða ekki? Halló? Það er að tjekka á því. Sjúkrabíllinn er lentur, þið þurfa að hleypa honum inn. Þú verður að gera það. Það er komin. Sigrún lést af völdum ofstór skamms af morfíni, sennilegast á milli klukkan 8 og 9 morgunin. Bráðarlega reyndu endurlífgun í rúmar 40 mínútur á staðnum og tilraunum til endurlífgunar var haldið áfram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi þar sem hún var úrskurðuð látin. Hún var 17 ára gömul þegar hún lést og er yngsta barnið á Íslandi sem hefur látist af ofstórum skammti af fíkniefnum.